Til Guðsþjónustu í Aðventkirkjunni í Hafnarfirði í dag. Ég býð ykkur velkomin sem hérna eruð í kirkjunni og ég býð ykkur velkomin sem sitjið heima og eruð að fylgjast með. Það er dýrmætt að vera hérna saman, öll, og það er líka dýrmætt að vita af ykkur heima. Það er sannkallaður hátíðar hvíldadagur þegar við getum komið saman aftur svona á ný til þess að uppörva hvort annað í trúnni og hvetja. Það er dásalegt. Og ég vona að okkur takist líka að skila þeim skilaboðum heim til ykkar sem heima eruð. Yndislegt að vera hérna saman til þess að tilbiðja Guð og til þess að vera saman í Drottni. Við skulum hefja þessa stund á því að biðja saman. Drottinn Guð vor, hversu dýrlegt nafn þitt er alla jörðina. Þú, Drottinn, breiðir ljóma þinn yfir himininn. Þegar við horfum á himininn, verk handa þinna, tunglið og stjörnurnar sem þú settir þar. Hvað er þá maðurinn þess að þú minnist hans? Og mannsins barn að þú vitir þess. Þú gerðir hann litlu minni en Guð. Krýndir hann hátign og heiðri. Lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, lagðir allt að fótum hans. Sauðfjannað uxa auk þess dýrmerkurinnar, eins og stendur í Biblíunni. Fugla himinsins, fiska hafsins og allt sem fer hafsins vegu. Drottinn Guð, hversu dýrlegt er nafn þitt alla jörðina. Við viljum biðja þig, elsku Faðir, að þú sért með okkur hér í dag, að þú sért með okkur hér í kirkjunni í Hafnarfirði, að þú sért með fólkinu sem er heima, að þú sért með kirkjunni þínum allan heim sem tilbiðja þig í dag. Við viljum þakka þér, Drottinn, af öllu hjarta, lofa þig fyrir þau máttaverk sem þú gerir. Við viljum gleðjast og fagna yfir þér og lofsyngja nafni þínu. Við þekkjum nafnið þitt, treystum þér og treystum því, Drottinn, að þú bregst ekki þeim sem til þín leita. Við treystum gæsku þinni og hjörtu okkar gleðjast yfir hjálpunni þinni. Þakka þér fyrir að leiða okkur í gegnum þessi tímabil sem undan eru gengin og ég bið þig að gefa okkur og ráðamennu þjóðarinnar visku til þess að halda áfram á sömu braut. Við þökkum þér og biðjum þig fyrir kirkjuna okkar og öllu því starfi sem fórnfúslega er innt af hendi af allri kirkjufjölskyldunni. Þakka þér fyrir alla þá sem að hafa verið að senda guðsþjónustur og hvíldadagsskóla heim til okkar þetta tímabil, það fórnfúsa starf. Við biðjum þig fyrir landinu okkar, þeir sem stjórna hér, þeir sem fara með vald. Mættu við öll vera sem tré gróðursett hjá lindum sem ber ávöxin á réttum tíma og að blöð okkar visni ekki. Við vitum, Drottinn, að þú munt vernda okkur og þú varveitir okkur að eilífu. Hjálpa okkur að passa upp á börnin og ungmennin á landinu. Hjálpa okkur til þess að tilbiðja þig, vera til dýrðar fyrir þig og til blessunar fyrir aðra. Í Jesú nafni, amen. Kæru vinir, þá ætlum við að syngja sálm númer 379, Vor Guð er borg. Hún Ester ætlar að spila fyrir okkur.
yndislegt að geta komið saman aftur og sungið saman. Ég vona að þið hafi líka tekið vel undir heima með söngnum. Þá munum við taka fram samskot eða gjafir eins og við köllum og það munum birtast upplýsingar á skjánum líka og tjaldinu hér. Hvernig hægt að millifæra, það eru bankaupplýsingar, en þetta eru auðvitað eins og alltaf frjáls framlög sem við gefum og í dag að þá renna þessi frjálsu framlög til þess að viðhalda þessari kirkju hérna. Takk fyrir. Við þökkum fyrir gjafirnar núna. Himneski Faðir, þakka þér fyrir gjafirnar sem að þú gefur okkur og þakka þér fyrir að við fáum tækifæri til þess að gefa tilbaka. Drottinn, þakka þér fyrir þær hendur sem hjálpa til hér í Jesú nafni, amen. Takk fyrir Óen og Jana. Þau gengu hérna með körfur fyrir þá sem að hefðu vilja setja pening í körfurnar. Við auðvitað erum að upplifa þessa tíma sem við höfum verið að upplifa, þessu kórónuveiru faraldur. Og núna erum við aðeins að máta okkur inn í aðstæðurnar hérna aftur. Og áður en að Judell ætlar að segja barnasöguna, þá ætla ég að útskýra fyrir ykkur. Að við erum með val hérna í salnum það að fólk geti haft líka svolítið bil á milli sín ef það kýs. Svo til hagræðinga fyrir þá sem vilja velja það líka, þá viljum við bjóða börnunum að vera hjá foreldrum sínum eða ömmum og öfum núna á meðan barnasagan svona meðan við erum að átta okkur á hvað fólk vill og hvernig við gerum hlutina. Þannig að núna þegar að Judell ætlar að segja barnasöguna, þá ætlar hún að koma hingað en þið krakkar megi sitja hjá mömmu og pappa eða ömmu og afa á meðan. Gerðu svo vel, Judell. Gleðilegan kvildardag. Sagan okkar heitir, ekki komið, Svo mycket fyrir svo lítið. Vill du säga med mer? Så mycket för så litet. Ja. Jakob och Esau var två bröder. Esau föddes först och tvingade han att vara nästa ledare för skulderna. Esau älskade att veda och vara ute. Jakob var roligare och var mera hemma. Dag 1 var Jakob att elda suppo. Esau kom hem från vedan och han var mjög
mjög rosalega svangur. Gefðu mér eitthvað af súpunni þinni, sagði hann. Ég vil gefa þér súpu ef þú gefur mér rétt til að vera leiða fjölskyldunar þegar faðir okkar deyr, svaraði Jakob. Jú, mér sama, segir hann. Ísá gaf Jakob frumbrúðarrétt sinn. Ísá vildi frekar súpu, en hann vildi vera leiðtogi fjölskyldu sinnar. Við erum að fara varlega af hverju við fórnum. Manstu þetta? Oft skiptumst við á blessunum Guðs fyrir eitthvað sem ekki þess virði. Ég segja aftur. Oft skiptumst við á blessunum Guðs fyrir eitthvað sem ekki þess virði. Já, krakkar, ég á mynd til að líta Jakob og Ísá. Vinsamlega streeter upp hönd hver sem vilja mynd. Gjör så vel. Langar að líta, já. Tackar fyrir. Takk fyrir þetta, Tjúdel. Þetta var góð saga, mikilvægt að velja rétt. Og krakkar, ef þið viljið mynd, að þá getið þið rétt upp hönd og fengið mynd afhenda. Hún kemur til ykkar, hún Steffi, og lætur ykkur hafa mynd. Svo þurfum við örugglega að finna út úr því seinna. Kannski hægt að birta mynd í framtíðinni fyrir þá sem eru heima til að prenta út. Þannig að við bara verðum betri og betri í þessu með tímanum. Ok, það er mynd hérna, Steffi, líka. Takk fyrir. Þá ætlar Maxwell að tala til okkar og hún Toppa, Þorbjörg Ásta, ætlar að þýða. Þau ætla að byrja á því að hafa reikningalestur og síðan mun hann tala til okkar. Gjörðu svo vel. I wish I had half the brains my wife has. Ég vildi óska að ég hefði hálft vit á við konuna mína Then probably I would be talking to you in Icelandic. og þá væri ég örugglega að tala til ykkar á íslensku. But anyways, it's so nice to see all of you today during this Sabbath day here in this church. En það er yndislegt að sjá ykkur hér í kirkjunni í dag á þessum hvíldardegi. We have all been worshiping every Sabbath, but in the comfort of our homes. Við höfum verið að tilbiðja á hvíldardögum en á heimilunum okkar. And I can see how anxious we were all to come back with the group that we have here this morning. Og ég sé að því að dæma hversu mörg þið eru hér í dag að okkur hefur hlakkað mikið til þess að koma. Actually, this is a taste of what it would be like in heaven. Og kannski er þetta forsmekkurinn af því sem að verður á himnum. Many of us have been able to come today physically to this church. Margir hafa geta komið hér og verið hér með okkur í kirkjunni. We should not forget that there are so many others who are with us online. Og við skulum ekki gleyma því að það eru margir með okkur sem eru að horfa heima. And they are similarly or same way worshiping God as we are worshiping here in the church together. Og þeir eru einnig að tilbiðja eins og við erum að tilbiðja hér. I would like to share with you small information for next Friday. Mér langar þess að deila með ykkur nokkrum upplýsingum varandi næsta föstudag. There is a very special prayer and worship service that is being organized for June 5. Það er sérstök tilbeðslu samkoma sem hefur verið skipulögð fyrir 5. júní. It's going to be here in Hafnarfjörður Church. Og mun vera hér í loftsalnum. It will start at 7:30 p.m.
og byrja klukkan 7 kvöldið. And this is going to be praise and worship service. Og þetta verður tilbeðslu og lofgjörðar samkoma. All of you who like to sing, Öllum þeim sem finnst gaman að syngja. this will be the place for you to be. Þá þetta stundin og staðurinn til að And, vera á. and those of you who like to listen others sing, Og fyrir þá sem að finnst gott að heyra aðra syngja, you wouldn't want to miss this service. að þá vilt þú ekki missa af þessari So all samkomu. of you are invited next Friday, Svo ykkur öllum boðið næsta föstudag, 7:30 p.m. klukkan 7 for, kvöldið. for a praise and worship service. Bænar og lofgjörðar samkoma. Before we open our Bibles for God's Word this morning, Og áður en að við lesum í ritningunni, I would like to ask you to bow your heads for a short prayer. bið ég ykkur að lúta höfðu með mér í bæn. Our most gracious Father in heaven, Góði Faðir náðarinnar á himnum, we do thank thee for this wonderful Sabbath day. takka þér fyrir þennar yndislega hvíldardag. Thank you for allowing us to come back together in this church to worship you. Takk fyrir að þú hefur leyft okkur að koma tilbaka til þess að tilbiðja þig. I pray that as we study your word, Og ég bið að nú þegar við rannsökum í orðinu þínu, you will send your Holy Spirit to work on our hearts to receive it. þá bið ég að heilagur andinn þinn mætti verka á hjörtun okkar svo við mættum meðtaka það. We commit ourselves into your hands. Við viljum gefast þér á hendur. Every word that is said here may be according to your will. Mætti hvert orð sem hér borið fram vera samkvæmt þínum vilja. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. This morning we are going to talk about believers' inheritance. Nú ætlum við að tala arfleifð þeirra sem að trúa. And if we look at the word inheritance, Og ef að við bara athugum orðið erfendur, it means a possession or a blessing þá þýðir það einhver eign eða blessun that is usually given to us as a gift, sem venjulega gefin okkur að gjöf and normally it is passed on from generation to generation. og venjulega fer þetta frá kynslóð til kynslóðar. But inheritance also has a very scriptural meaning. En arfleifð hefur líka mjög mikla þýðingu í ritningunni. Theologically, an inheritance would mean something that comes to us or is given to us by God. Arfleifð eitthvað sem kemur til okkar eða gefið okkur af Guði. If we look at the Old Testament, Ef að við lítum í Gamla testamentið, an inheritance was a physical dimension of a piece of a land passed on from generations to generations. þá þýddi þetta oft land sem að var gefið frá kynslóð til kynslóðar, sem sagt, fór frá, But then when we look in the New Testament, En þegar við lítum í Nýja testamentið, it has a totally different meaning. hefur þetta aðra þýðingu. It is an inheritance that is for us in the kingdom of God. Að þá hefur þetta með það að gera að við erfum hlutdeild í ríki Guðs. And in order to understand and grasp the meaning of spiritual inheritance, Og til þess að við skiljum þessa andlegu arfleifð, this morning we are going to look at a story from the Old Testament. að þá ætlum við að skoða sögu í Gamla testamentið. And in this story, we will talk about a physical inheritance. Og í þessari sögu þá ætlum við einmitt að skoða þessa eiginlegu gjöf, þessa gjöf sem hægt að snerta. And if you have your Bibles with you, Og ef þú ert með Biblíuna með þér, please turn with me to 1 Kings chapter 21. þá skaltu athuga með mér hérna og fletta upp á fyrstu konungabók, kafla 21. And this story is recorded in this chapter. Og þessi saga, hún einmitt hérna í þessum kafla. I'm not going to read the chapter verse by verse.
En ég ætla ekki að lesa allan þennan kapla vers fyrir vers, but we are going to refer to bits and pieces in this story that is recorded there. heldur að svona stöppla á honum hér og þar. In this story, we see a man by the name of Naboth. Í þessari sögu finnum við mann sem kallaður Nabót. And Naboth had received an inheritance in the form of a vineyard. Og hann hefur erft arfleifð sem víngarður. And if we read in Joshua chapter 1, verse 2, Og ef að við lesum það sem við getum lesið í Jósúabók 1. kapla 2. vers, here we find out that God was the one who gave land to Israelites. en þar finnum við að það var Guð sem hafði gefið Ísraelsmönnum land. It says there, I am giving the children of Israel this land. Þar segir, ég ætla að gefa Ísraelsmönnum þetta land. And the only thing that the Israelites had to do was Og það eina sem Ísraelsmenn þurfti að gera to set their feet on the land that they wanted, var að taka þetta land frá með því að stíga á það and to claim that land as their own. og eigna sér það, segja þetta mitt land. So this was the land given to Israelites by God. Þetta sem sagt land samt sem áður sem Guð gefur Ísraelsmönnum. And this land was being passed on from generations to generations. Og þetta land hafði gengið kynslóða á milli. Then when we look at New Testament in Romans chapter 8 verse 17, En svo þegar við athugum í Nýja testamentinu í Þi- Rómverjabréfinu, there it says that we all are children of God. en þar segir að við erum öll erfingjar af því sem að Guð vill erfa okkur af. The only thing that we have to do is to accept him as our father. Og það sem að við þurfum að gera að taka við honum sem föður okkar. And when we accept him as our father, he takes us into his family as his children. Og þegar við höfum gert það, að þá tekur hann okkur inn í fjölskylduna sína. And when we are accepted into his family, we become members of his family. Og þegar að hann hefur gert það, þá erum við meðlimir í fjölskyldu Guðs. And that gives us an access to the spiritual inheritance that God has prepared for each one of us. Og það gerir okkur að viðtökundum að þessari andlegu arfleifð sem að Guð hefur í hyggju fyrir okkur. So with this understanding, we can also say that we also have a comparable inheritance, just like the children of Israelites. Svo það má segja að alveg eins og Ísraelsmenn voru þarna erfingjar af landi og Guð hugsaði þá, að þá hefur Guð líka fyrirbúið okkur framtíð með því sem við erfum. In Romans chapter 8, verse 32, it says, Í Rómverjabréfinu 8. kapla, if God spared not his son Jesus, but delivered him up for us all, í 8.32, ef að Guð hlífði ekki sínum eigin syni, heldur færði hann sem fórn fyrir okkur öll, how shall he not with Jesus or in Jesus freely give us all things? og þá vissulega mun hann gefa okkur allt með Jesús, í Jesús. God wants us to have all the provisions that he has made for each one of us. Guð vill að við eignumst hlut í því sem að hann hefur fyrirbúið fyrir okkur. There is no disputing about it. Þetta ekkert flókið There is no arguing about it. eða það ekki hægt að rökraða hér neitt We are not supposed to doubt it og við eigum ekki að draga það í efa. because God wants his children to be blessed. Því Guð vill blessa okkur. He wants his children to have all the provisions that he has prepared for us. Hann vill að við eignumst allt þetta sem að hann hefur undirbúið fyrir okkur. He wants us to have everything that we need in our lives. Hann vill að við höfum allt það sem við þurfum á að halda í lífinu. The only thing that we have to do is claim it. Það eina sem við þurfum að gera að taka við því. Just like the children of Israelites claimed their land, Alveg eins og Ísraelsmenn tóku landið, we as heirs to God's kingdom need to claim our inheritance as well. að þá eru það við sem að erfum ríkið og þá þurfum við líka að taka við því. Many of us have read the word,
Mörg okkar hefum lesið And orðið and we know that the blessings are there. og við vitum að það eru margar blessanir We know numerous promises given to us in the Word of God. og mörg loforð sem þær er að finna. But many times our faith does not rise high enough to claim those promises. En oft þá stígur traust okkar ekki upp á til þess að mæta þessum loforðum. Looking back at Naboth's story, Og ef við athugum aftur söguna Nabót, he had learned early in his life þá hafði hann lært ungur að árum that when you receive your inheritance, að þegar að þú eignast það sem að þú áttir að erfa, you also have to protect it. þá þarftu líka að vernda það. You have to guard it. Þú þarft að hugsa vel það. Let's look at an offer that was made to Naboth. Við skulum athuga tilboð sem að Nabót var gert. If we look in 1 Kings chapter 21 verse 2, Í 21. Kafla fyrir konungabók, öðru versi, and there it says, "Give me your vineyard, það stendur, lát mig fá víngarðinn and I will give you another better vineyard." og að ég megi hafa hann að matjurtagarði því að ég skal láta þig fá betri víngarð. If you don't want another vineyard, Ef þú vilt ekki annan víngarð, I will give you the money for it. þá skal ég gefa þér peningana í staðinn. And this was not an offer coming to him from an ordinary man. Og þetta tilboð kom ekki frá neinu venjulegum manni. This offer was coming to him from Ahab, who was the king of the land. Heldur frá Akab sem var konungur landsins. Now, Naboth was going to have it good, no matter what he did. Akab, hann hafði það gott sama hvað gerðist. Either he was going to get a full price of his vineyard in money, Annarkvort og Nabót, hann gat annarkvort fengið fullt verð í peningum or he was going to get a better vineyard in exchange. eða þá hann geti fengið betri víngarð í staðinn. So from the first look at this offer, Svo frá fyrstu sín, we can say that it was a fair deal for him. þá má segja að þetta hafi verið bara mjög sanngjarnt tilboð. But look at 1 Kings chapter 21 verse 3. En ef við athugum hérna í 3. versinu í sama kafla, Naboth does not accept the offer. þá tekur Nabót ekki þessu tilboði. All of us who are in the field of business would think, how foolish of Naboth. Nú, þeir sem að hafa eitthvað með viðskipta að gera hugsa, þetta er ekki mjög sniðugt hjá He could Nabót. have had a better vineyard. Ef hann hefði getað fengið betri víngarð, If not vineyard, he could have had a lot of money in his pocket. ef ekki það, þá að minnsta kosti mikla peninga. But Naboth refuses the offer. En Nabót, hann neitar þessu, hann vill ekki taka við því. He said, no way, Hann segir, nei, alls ekki. because the Lord forbid that I should give you the inheritance of my father. Því að Guð, hann varnar mér því að ég gefi þessa arfleið frá mér. Naboth did not make any excuse, Hann afsakar sig ekki neitt, but he straightforward said, God forbids me to do this. heldur segir Guð aftra mig frá því að gera þetta. Now, why does he bring God into this business deal? Hvers vegna nefnir hann Guð hér? He did that because he knew what God has instructed them to do. Vegna þess að hann þekkti mjög vel hvað Guð hafði ráðlagt þeim. He knew God's word. Hann þekkti orð Guðs. He knew that there is something in the word of God that forbids him to do that. Og hann veit að það er eitthvað í orði Guðs sem kemur í veg fyrir og bannar honum að gera þetta. In 1 Samuel chapter 8 verse 14 we can read, Í 1. Samúelsbók 8. kapla 14. versi, when the Israelites wanted a king, þegar Ísraelsmenn vildu konung, prophet Samuel had warned them þá hafði Samúel spámaður varnað þeim. that God will give you a king, Hann sagði, Guð mun gefa ykkur konung, but the king will take the best of your field and your vineyard. en konungur
mun taka það besta sem að þið eigið af ökrum og vinkörðum. And on top of that, Naboth also knew something else that was written in the Word of God. Og Nabot vissi einnig nokkuð annað sem að var skrifað í orð Guðs, Which is recorded in Numbers chapter 36, verse 7. sem að í 4. Mósebók 37. kapla, And here God had commanded og þar hafði Guð fyrirskipað that the inheritance of the children of Israel shall not change hand. að arfleið Ísraelsmanna átti ekki að ganga úr höndum þeirra. Everyone shall keep his own inheritance of the tribe of his father. Hver og eitt skildi halda þeirri arfleið sem að hann hefði fengið frá sínum ættflokki og frá sínum föður. So here we can see that Naboth knew that the final sale of the inheritance is prohibited. Svo að slík sala sem hér var beðið svona að gefa hana algjörlega í hendur einhvers annars var bara ekki leyfð. So he did not question it. Og hann véfengdi ekki þetta boð frá Guði. And he did not even say, why is it forbidden? Og hann spurði heldur ekki hvers vegna. He did not say that it is a foolish arrangement that God has made. Hann sagði ekki með sér, þetta ekki mjög viturlegt boð frá Guði. For him, it was God who has said it. Fyrir honum þá var það bara þannig að Guð hafði sagt, And if God has said it, he must have a good reason behind it. og ef að Guð hefur sagt það, að þá treysti hann því að það væri góð ástæða sem lægi þar að baki. He did not have the need to ask why. Og hann hafði ekki þess að þörf að spyrja þá hvers vegna. Because he believed that everything that God says, he says it with a good reason. Því hann trúði því að allt sem að Guð segði, hefði hann góða ástæðu fyrir að segja. And this was not even a temptation for Naboth. Og þetta var ekki einsunni fristing. He did not even think about it. Hann hugsaði ekki einsunni út í þetta. He did not play around with the idea, should I or shouldn't I? Lék sér ekki einsunni að hugmyndinni, ætti ég ekki. He did not say to the king, give me 24 hours to think about it. Hann sagði ekki einsunni við konung, gefðu mig kannski 1 sólarhring og ég ætla að hugsa þetta. As soon as the words came out of Ahab's mouth, Jafn skjótt og þessi orð, þetta boð kom frá Akab, Naboth's response was there. að þá var Nabot tilbúinn að svara honum. And he said, I can't do it. Og hann sagði, ég get ekki gert þetta. Sorry, man, Afsakið, I can't do it. en ég get þetta ekki. You are the king, Þú ert konungur and you are asking me to do a favor. og þú ert að biðja mig að gera þig greiða. But there is one up in heavens whose words I have to obey above and beyond your words. En það nokkur, faðir minn á himnum, sem að mér ber að heiðra og hlýða framar þínum orðum. Many of us, many times, displease our God by honoring the words of our earthly bosses above the word of our Lord Jesus Christ. Mörg okkar föllum í þá gryfju að hlýða fremur, kannski yfirmönnum eða öðrum framar en Guði okkar. But Naboth wasn't going to do that. En það ætlaði Nabot ekki að gera. Ahab was very sad. Nabot, hann var leiður, He really wanted this vineyard. hann vildi þennan vingarð, But when Naboth said that I cannot do it, he went to his palace. já, ég að rugla hérna orðum, eða þú, annarkor okkar, sorry, já, hann var Akab sem var auðvitað leiður yfir því að eignast ekki þennan vingarð sem hann vildi og hann fór aftur í höllina, He lay down on his bed lagðist í rúmið sitt and refused to eat. og bara neitaði að borða. He was so sad why Naboth refused his offer. Hann var svo leiður yfir því að Nabot vildi ekki verða við beiðni hans. When Ahab's wife, Jezebel, saw what was going on, Og þegar konan hans Akab, sem Jezebel, sá hvað var að gerast, she came to Ahab þá kom hún til
Akabs. And she said, "Man, what are you doing? Hún sagði, býttu nú við, hvað ert að gera? You are the king. Þú ert konungurinn, You can't behave like þú this. getur ekki hagað þig svona. I'm going to do something so that you can have that vineyard." Ég ætla að gera eitthvað svo þú getur eignast þennan víngarð. So Jezebel comes up with a beautiful plan, as she would have called it. Og Jezebel, hún fann alveg rosalega góða áætlun að hennar mati. She accused Naboth of doing things that he never did. Og núna ásökaði hún Nabot að hafa gert eitthvað sem hann hafði í raun ekki gert. She was willing to lie. Hún var alveg tilbúin til þess að ljúga. She was ready to cheat. Hún var tilbúin til að svindla. She was also willing to deceive in order to get what she wanted. Og hún var tilbúin að blekkja til þess að fá það sem hún vildi. So her lying, her cheating, and her deceiving worked. Svo lygar hennar, blekkingar og annað það virkaði. Her plot brought death to Naboth. Svo áform hennar að þau urðu Nabot að bana. He was stoned to death Hann var grýttur til dauða because of all the false accusations that were laid upon him. vegna allra ásakanana sem höfðu verið borin gegn honum. Jezebel becomes a murderer. Jezebel var morðingi. But what happens is Ahab and Jezebel, they are rejoicing at the death of Naboth. En það sem gerist að Akab og Jezebel að þau fagna þessu. She comes to Ahab and she says, Hún kemur til Akab og hún segir, "Let us go and have a good time in this vineyard, við skulum bara fara og skemmta okkur í þessum víngarði. because now this vineyard belongs to us." Vegna þess að núna eigum við þennan víngarð. You know, you can see here what Jezebel did. Og hér getur þú séð hvað Jezebel gerði. She had gone out of her way to kill this man just to get what she wanted. Hún hafði lagt sig fram til þess að fá það sem hún vildi. Now, the application I want to make in this story is not in a way to magnify Satan and his tactics. Tilgangur minn með þessari predikun ekki til þess að magna upp það sem að óvinnurinn gerir eða tækni hans. But to let us, each one of us, know that we also have an enemy. Heldur til þess að minna okkur á að við eigum líka óvinn. And this enemy is trying his level best to steal away our spiritual inheritance from us. Og hann leggur sig fram við að ná arfleiðinni, henni andlegu arfleið af okkur. He wants to rob us from everything that God has in store for each one of us. Hann vil ræna okkur öllu því sem að Guð hefur áformað fyrir okkur. And when we stand firm like Naboth, En þegar við stundum staðföst eins og Nabot and when we are determined, og þegar við erum ákveðin committed, and dedicated, og trúföst to receive all what God has planned for each one of us, og ætlum okkur að eignast það sem Guð hefur í hyggju fyrir okkur, our enemy stands on the side and he laughs at us. að þá kannski stendur óvinnurinn á hliðarlínunni og hlærað okkur. And he says to us, "You are a fool." Og hann segir, þú ert bjáni. Because he has his own kingdom. Vegna þess að hann hefur sitt ríki And he is out there to trap us in any way possible so that he can rob us from our inheritance in God's kingdom. og hann vil koma gildru fyrir okkur til þess að ná af okkur þessari arfleifð. In John chapter 10 verse 10 it says, Í Jóhannesa Guðspjalli 10. kapla 10. versi the segir thief, which is referring to Satan, að þjófur sem að hann á þá við Satan is come to steal, to kill, and destroy. sem kemur til að stela og tortíma And it also says, be on your guard. og það segir einnig verið vakandi. Satan is going to use any tactic to rob us from our inheritance. Satan mun nota alls konar áætlanir til þess að stela arfleiðinni af okkur. If nothing works, Ef ekkert virkar, he will tangle something better that he would call better in front of us.
að þá reynir hann að freista okkur með einhverju sem hann telur vera betra. Just like Ahab was trying to give a better vineyard to Naboth, Alveg eins og Akab var að reyna að gefa Nabot betri vingarð. Satan is going to try and show us something which would look better than what we already have, according to him. Að þá Satan að reyna stundum að gefa okkur eitthvað sem að lítur betur út að hans mati. He comes around and he says, I can give you a better deal. Kemur kannski og segir, ég get gefið þér eitthvað betra. We need to be aware of his tactics. En við þurfum að vita af og vera meðvituð hans brögð. He is a liar. Hann lygari, He will cheat us. hann mun svindla á okkur And wherever possible, he is going to deceive us. og hvar sem mögulegt mun hann svindla á okkur. He wants to ruin our experience with our God. Hann vil eyðileggja reynslu okkar með Guði. And to be honest with you, and all of us know, that sin always looks good. Og til að vera hreinskilin og við vitum að synd lítur alltaf vel út. When devil offers us something, Þegar hinn illi býður okkur eitthvað, it's always going to be glamorous. þá lítur það alltaf glæsilega út. It will always look attractive to our eyes. Og það aðlaðandi á að líta. Because he is so clever that he is not going to show us the bad side of that. Því að hann það klár að hann mun ekkert sýna okkur slæmu hliðina. He will show us the good things as he considers them good. Hann sýnir okkur góðu hliðina eins og hann sér hana. But in this situation, I want to encourage all of us this morning En í þessum aðstæðum hér, þá vil ég hughreinsta ykkur og okkur í morgun, by saying þennan that, morgun, by saying that we have a God. með því að segja að við eigum Guð. And that God has promised us victory over this enemy. Og þessi Guð hefur lofað okkur sigri yfir þessum óvinni. And we can have this victory only through Jesus Christ. En þessi sigur aðeins mögulegur í gegnum And Jesús. we must stand firm like Naboth. Og við verðum að standa staðföst eins og Nabot. In Galatians chapter 5, verse 1, it says, Í Galatabréfinu 5. kafla 1. versi segir, stand fast in your liberty. standið stöðug í frelsinu. Do not again be entangled with a yoke of bondage. Ég ætla að lesa þetta orðrétt hérna, fyrirgefið. Galatabréfið, 5. kafli, 1. vers. Til frelsi frelsaði Kristur oss, standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yður ánauðar ok. Don't turn back to anything that you have already been delivered from. Ekki snúa aftur til einhver sem að þú hefur verið frelsaður frá. Don't turn back to anything that is a thing of sin or unrighteous living. Ekki snúa aftur til syndugs lífverðnis eða óréttlætis. Friends, many people have faced their downfall when they have played with the temptation. Margir hafa fallið þegar þeir hafa leikið sér að freistingum. When they have taken time to think about the temptation. Eða tekið jafnvel bara tíma til að hugsa það. They thought over it, Hugmyndin það. and the more they thought about the temptation, Og því meira sem þeir hugsa það, the more attractive it became. því meira laðar það að. The way to do is to say no immediately. Besta leiðin að segja nei strax. Don't even consider it. Íhugaðu það ekki einu sinni. Don't even think about it. Ekki hugsa það. Because the devil has the ability to make it so attractive for us to resist it. Vegna þess að hinn illi, hann hefur leiðir til að láta það líta svo vel út að það verður erfitt að standast gegn því. Be like Naboth and say no immediately. Líkstu frekar Nabot og segðu strax nei. Say the Lord forbids that. Segðu drottin hann bannar það. I can't do that. Ég get þetta ekki. Now, let us go back to Naboth's story to conclude. Og til að draga ályktanir í lokin, þá skulum við kíkja á sögu Nabots. Naboth was stoned to death. Hann var grýttur til dauða. This was a very sad ending to Naboth's life. Og þetta mjög sorglegur endir á lífi Nabots. But there is a very positive side to this as well. En það líka jákvæð hlið. Naboth was vindicated.
Nabót var vindicated, hann var, God took his revenge. já, hann var sem sagt, Guð, hann tók að sér að hefna fyrir Nabót. God is the one who is supposed to reap vengeance on our enemies. Og það nefnilega Guð sem að hefnir okkar. Elijah, God's prophet, came. Elía, spámaður Guðs, He came to Ahab hann kom til Akabs. and he said, I know what you have done. Hann segir, ég veit hvað þú hefur gert. This is not the end because there is a God who reigns in heaven. Hann segir, ég veit að þetta ekki endurinn vegna þess að drottin, hann ræður. You, Ahab, and you, Jezebel, are going to be punished because of what you did to one of God's chosen vessels. Þú, Akab, og þú, Jezebel, ykkur verður hengt fyrir það sem að þið hafið gert við þjón drottins. Elijah looked Ahab in the face and said, Akab leit Akab í Ahab- augu og sagði, Ahab, in the place where the dogs licked the blood of Naboth, þar sem að nú hundar sleikja sár Nabóts, dogs shall lick your blood. munu hundar sleikja þitt blóð. God is the one who saw what you did. Guð sá sem sá hvað þú gerðir. And then Elijah looks at Jezebel Og svo lítur Elía og Jezebel and he says, you cannot go free og segir, þú gengur ekki hérðan frjáls, because you are part of this as well. því að þú ert hluta af þessu líka. The dogs shall eat you by the wall of Jezreel. Hundar munu borða líkama þinn við Jezreel, wall of Jezreel. vegg Jezreel. Now, then if we continue to read the story, Og þegar við höldum áfram að lesa söguna, we will see that the words of Elijah came true. sjáum við að orð Elía rættust. Exactly what he said, that's what happened. Alveg eins og hann hafði sagt. Listen, friends, Hlustið á vinir. although there may be no explanation to what happens to us as tragedies, Jafnvel þó að það sé ekki alltaf útskýring á því sem að gerist. we may not know why we are going through trials. Eða við vitum ekki hvers vegna við göngum í gegnum erfiðleika. We may not know why we are suffering. Og vitum kannski ekki hvers vegna við þjáumst. We may not know answers to all the whys that come to our minds. Og heldur ekki allar þær spurningar sem að við vitum ekki svörum við öllu spurningunum sem kom í huga okkar. But this I know without controversy, En þetta veit ég án efa. that one day I'm going to enter the kingdom of God where my inheritance is waiting for me. Að einn dag mun ég ganga inn í ríki Guðs þar sem arfleið mín bíður mín. We are living our lives here on this earth. Við lifum lífinu hér á þessari jörð. This is only probably 70, 80 years or a little more. 70, 80, kannski færri ár en það. It is only a mark of a pencil when we compare it to the eternity. Þá það svo agnarsmátt í samanburði við eilífðina. Do not live your lives for this world. Ekki lifa þessu lífi fyrir þennan heim. Live your lives for eternity. Lifðu lífinu þínu fyrir eilífðina Lay your treasures up in heaven. og safnaðu fremur fjársjóði á himnum. Naboth did not live his life for what he could have here on this earth. Nabót lifði ekki lífi sínu fyrir það sem hann gat eignast hér á jörð. He could have had a lot of money in his pocket. Hann hefði getað átt mikla peninga He could have had a better vineyard, og betri vingarð. but he was willing to die for his principles. En hann var þessi stað viljur til að deyja fyrir það sem hann trúði. He knew that someday he is going to stand in front of his God. Hann vissi að einn daginn myndi hann standa frammi fyrir Guði And sínum he would be able to say, og hann myndi þá geta sagt, Lord, I kept your word. Guð, ég hélt orð þitt, I kept the faith. ég hélt trúnni I did not deny you. og ég afneitaði þér ekki. Friends, this is the message for today for all of us. Vinir, þetta boðskapurinn til okkar í dag. Don't deny him.
ekki afneita honum, Stand fast in your inheritance. stattu stöðu og stöðugur í arfleifðinni. Because there is coming a day very soon when we are going to stand in front of our Lord and Savior. Því fyrir en síðan munum við standa frammi fyrir frelsar okkar og drottni okkar. And then we will be able to enter our inheritance, which nobody can take away from us. Og þá mun þú ganga inn í arfleif þína sem að enginn getur tekið frá þér. Vineyards fade away. Vingarðar hörfa, Fruit fields will die. ávaxta agrar deyja, Money, believe it or not, will also fade away. peningar, erfitt að trúa því en þeir líka All these vara earthly, ekki að eilífu. possessions Allt þetta veraldlega are sem að temporary. við eignumst bara skamsinn. But our inheritance, which is for us in heaven, is for eternity. En þessi arfleið okkar sem á himnum, hún eilífð. In John chapter 14, verse 3, 1 to 3, it says, Í Jóhanneskapla, Jóhannesa Guðspjalli 14. kapla, fyrsta versi til og með 3. it says there, let not your heart be troubled. Segir, skelfist ekki, You believe in God, believe also in me. trúið á Guð, trúið á mig. In my Father's house are many mansions. Í húsi föður míns eru If- margar vistaverur. If it were not so, I would have told you. Ef að það væri ekki svo, þá hefði ég sagt ykkur. I go to prepare a place for you, Og ég fer til að búa yður stað. and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, Og þegar ég hef gert það, kem ég og sæki ykkur. that where I am, there you may be also. Því að þar sem að ég munt þú einnig vera. This promise of inheritance is not only for me, Þetta loforð arfleigð ekki bara fyrir mig, it's not only for you ekki bara fyrir þig, or for just a few chosen ones. eða fáeina útvalda, This is for everyone that believes in him. heldur fyrir alla sem trúa á hann. We just need to hold on Við to the þurfum bara inheritance. að sleppa ekki. John chapter 3 verse 16 says, Jóhannes 3. kapli 16. vers. For God so loved the world Því að svo elskaði Guð heiminn, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. að hver svo sem trúir á hann glatist ekki, And 1 heldur hafi Corinthians, eilíft líf. sorry. And 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, Og 1. Korintu bréf 2. kapli 9. vers segir, eyes have not seen, augu hafa ekki séð, ears have not heard. eyru hafa ekki heyrt. Friends, we cannot even imagine what God has in store for us in our future inheritance. Vinir, við getum ekki ímyndað okkur það sem Guð hefur planað fyrir okkur í framtíðinni. That future inheritance for us is an eternal life. Og þessi arfleigð eilíft líf In the mansion that he has gone to prepare for each one of us. í ríki hans, í þeim vistarverum sem hann hefur útbúið fyrir okkur. And for those of us who will hold on to this inheritance that God has given to us, Og fyrir öll okkar sem að sleppa ekki af þessu loforði and will not allow Satan to rob us of that, og leifum Satan ekki að ræna okkur því, we will all enter into those mansions with eternal life. munum við ganga inn í þessa arfleigð eilífslífs. May God help us Megi Guð hjálpa okkur, so that we can stay strong in him svo við getum verið sterk í honum and stay away from temptations that Satan brings to us. og höldum okkur fjarri freistingum sem að hinn óvinnurinn leggur fyrir okkur. Amen. Amen. Takk fyrir þetta, Maxwell. Þá ætlum við að syngja saman sálm nummer 411, Áfram Kristmenn allir. Það kemur á tjaldinu og glærum.
Let's bow our heads for prayer. Við skulum biðja saman. Our most gracious Father in heaven, Líknsami Guð á himnum. we want to thank you for the inheritance that you have prepared for us. Þakka þér fyrir þá arfleið sem að þú hefur búið fyrir okkur. Help us to stand fast in our faith in you. Hjálpa okkur að standa stöðu í trúnni á þig Resist all the temptations that our enemy brings to us. og standast þær freistingar sem að óvinurinn býr frammi fyrir okkur, so that we can inherit what you have prepared for us. svo við mættum eignast það sem að þú hefur undirbúið fyrir okkur. We ask these few words in the Son's name. Við byggjum þig þess í nafni sonar þíns. Amen. Amen.